Þegar við hönnuðum nýjan Kia Sorento, hugsuðum við fólk sem kann að meta nákvæmni og handbragð. Fólk eins og Pál. En þegar Páll valdi nýjan Kia Sorento, öðlaðist hann líka fullkomin rými til að deila með vinum sínum. Fullbúinn og fullkomin Kia Sorento. Við endum þáttinn með leikfélagi Fjölbrautaskóla Suðurnesja sem sýnir þessa dagana söngleikinn Moulin Rouge. Við þakkum fyrir okkur, verið sæl. Fyrst og fremst þetta grínleikrit. Það rosalega mikill húmor og náttúrulega rosalega flottur söngur og dans og mikil gleði. En þetta sorgarsaga Rauðu Milljónar, eða þessa ástfangna pars. Og þar af leiðandi náttúrulega sýningin smituð af því. Við upplifum alls konar tilfinningar. Hversu mikil vinna að setja þetta upp? Hvað margir að koma að nálægt þessu? Þetta hörku vinna náttúrulega og alveg útilandi fólk sem að standa bak við þetta. En þetta samt góður og þetta þéttur hópur. Öll orðin mjög náin. Svona margir að vinna í því sem að þeir ætluðu ekki að vera að vinna í upprunalega og svoleiðis. En þetta náttúrulega brjálu vinna á bak við þetta og þetta ferlið búið virkilega langt síðan í hvað? September. Já, við byrjum að æfa í september. Já. Og þá vorum við með svona inntökupróf og fasta æfingatíma einu sinni í viku, ætlum að vera rosalega skipulögð og svona, en svo endar þetta náttúrulega því að leikstjórinn farin að fikta í að sauma búninga og mála og svona. Já, ég búinn að sjá bíla hérna fyrir utan þetta hús langt fram, jáfnvel fara með við miðnætti á kvöldin. Það gefst lítill tími til að stunda skóla með þessu? Já, það mætti segja það. Það sá sem að setja sviðsmyndana hjá okkur, hann voða mikið í því að vera einn og nætunar að setja upp, en hann reyndar mætir alltaf í skólan bara ferskur 8 á mótnana sko. Svo það ljósamennir okkar og annað sem að vinna hérna á kvöldin. Hvað þetta stór hópur? Leikhópurinn sjálfur eitthvað 30 manns og þeir sem að standa á bak við þetta ábyggilega svona, 15? Ekki meira en það, held ég. Nei, úrslis. Já. Eru þið öll að gera þetta flest í fyrsta skipti? Ekki vikunalega náttúrulega. Við vorum líka í þessu fyrra, settum upp Dirty Dancing. En það eru svona nokkur sem eru nýjir en aðrir sem hafa gert þetta áður. Það svolítið öflugt starf í leikfélagi skólans þessa myndir. Já, myndu segja það. Við erum að reyna að koma þessari hefði í gang. Þetta líka svo mikilvægt starf. Þetta alveg svakalega gefandi og ég svo ánægð með að FS skuli loksins vera að taka á stóra sínum og setja upp svona sýningar og feta í fótspor skólana í Reykjavík af því að hjá flestum framhaldsskólum og menntaskólum á höfuðborgarsvæðinu þá þetta sem að gerir skólalífið og þetta bara svo, þetta eitthvað til að vera stoltur af og geta litið tilbaka og talandi að þau kannski hafi ekki tíma til að mæta í skóla í einhverja örfáa daga, þá þetta bara, þú veist, þau læra svo mikið af þessu og svo margan hátt. En hvar og hvenær það að sýna? Herðu, það var frumsýning í gær, en það sýning á morgun, annað kvöld, klukkan 8, sem svona, sýningin sem var í gær var sérst fyrir bara FS, en sýningin sem á morgun opin öllum og það hægt að kaupa miða inn á miði.is og allar sýningarnar nema ein sýning eru klukkan 8. Og við lofum alveg svakalegri skemmtun. Þetta sko, Dirty Dancing var frábær sýning, en þessi eitthvað meira, hún stórkostleg. Þegar við hönnuðum nýjan Kia Sorento, hugsuðum við fólk sem kann að meta nákvæmni og handbragð. Fólk eins og Pál. En þegar Páll valdi nýjan Kia Sorento, öðlaðist hann líka fullkomin rými til að deila með vinum sínum. Fullbúinn og fullkomin Kia Sorento.
Vertu velkominn á Rocksafn Íslands. Þar getur þú prófað að hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum. Ég vil að þú